Þarna mættur Guðmundur Björgvinsson á straumi frá Feti sem 8 vetra, verður 9 vor. Nú straumur undan þrýsti frá Feti og smái frá Feti og Guðmundur hann var í deildinum árabil og tók sér svo árshlé í fyrra. Kominn aftur, búinn að skipta lið, var í topprætur og kominn í Árbakaliðið. Og straumur var hestur Ólafs Andra Guðmundssonar en hann kominn hingað í Guðmundi. Hvernig byrjar þetta hjá honum? Já, mér líst vel á þetta. Ég búinn að vera svolítið spenntur fyrir að sjá hvernig hann leysi fjórganginn. Hann nú ekki mikið keppt í fjórgangi en á nú góða einkunn í fjórgangi. 7.40 hefur hann farið hæst. En eins og til dæmis á síðasta tímabili keppti hann mikið í tölti og Bylgja reið honum til dæmis á landsmóti og Íslandsmóti með gríðarlega góðum árangri. Og mér sýnist hérna allavega tölthlutinn hjá honum, hægatöltið og það sem af greiðatöltsins líta mjög vel út. Svona velti fyrir mig hvort hann hafi verið svolítið hraður á hægatöltinu og það til lækkunar á einkunn ef að dómararnir eru á þeirri skoðun allavega. En greiðatöltið virkilega gott. Hérna sjáum við sem sagt á stökkinu aftur, hann er sem sagt fallega formaður og við getum sagt að fremri helmingurinn á hesturinn líti vel út. En síðan ef við horfum á afturfæturnar á honum þá hann svona eins og ég sagði áðan gangandi aftan, hann lyftir afturfótunum lágt upp á jörðinni og ég hef trú á því að þeir taki aðeins í hann fyrir það. Síðan er það aftur bara spursmál hvort að við viljum endilega fá þessa gríðarlega háu hreyfingar aftan, en það nú kannski umræða sem við tökum austur annars staðar. En þetta var jafnhraði og vel leyst. Já, Guðmundur sagði í samtali við mig hérna fyrir keppnina að þessi hestur, Ólafur Andri, búinn að vera með hann lengst og hérna byrjaði með hann þegar hann var ungur hesturinn. Var í gríðarlega vel þjálfaður og virkilega skemmtilegt að taka við honum svona mikið þjálfuðum. Já, ég trúi því mjög vel að hann sé vel þjálfaður hjá Óla og það sést náttúrulega bara hér eins og sást í fyrrasumar að þjálfunin, ég meina þjálfunin náttúrulega skína af hestunum. Hesturinn er gæðingur og maður sér líka að þetta vel gert, það sem að búið að gera við hann. Já, hann virðist vera svona sjálfsöruggur og hafa getu til þess að gera þess að manni beðinum. Já, það er greinilega vaxandi hestur, hann er klárlega að styrkjast með tímanum og hérna, já, ég verð líka mjög spenntur að sjá hvað hann gerir eins og í töltinu, sko. Já, hann er náttúrulega, það er hans sterkasta hlið. Já, ég myndi nú halda það, hann væri nú sterkastur í tölti. Hérna sjáum við til dæmis að Fetið er nú klárlega ekki hans sterkasta gántegund. Gummi svolítið meira Feti en hesturinn. Já, eins. Og það sást glöggt þarna að þess að afturfótaskrefið var rétt bara að ná framfótaskrefinu. 7,2, 7,0, 7,2, 7,3 og 6,8. Jæja, Guðmundur. Þú ert mættur í deildina aftur. Já, ekki smá gaman. Hvað ætlarðu að gera? Mitt besta. Er það bara eina? Er það ekki það besta sem maður getur gert? Jó, en þú ert komið svartan hest. Já. Er það ekki bara gott? Það er bara frábært. Frábært að fá að vera með svona alvöru hest. Þetta er alvöru hestur? Já.